Þá það annar liður á dagskrá en það eru lóðir í deiluskipulagi við Melgerðisás og Skarðshlíð, úthlutunaraðferð. Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ræða annan lið í fundargerð skipulagsráðs frá 13. febrúar. Þar var lagt fram að nýju minnisblað sviðsstjóra skipulagssviðs frá 10. janúar 2019 varðandi undirbúning fyrir úthlutun lóða sem afmarkaðar eru í nýsamþykktu deiluskipulagi við Melgerðisás og Skarðshlíð. Með vísun í viljayfirlýsingu Akureyrarbæjar og búfesti frá 5. janúar 2018 leggur skipulagsráð til við bæjarstjórn að búfesti fái til úthlutunar án auglýsingar lóðir undir parhús og 4 íbúða fjölbýli eins og þær eru afmarkaðar í deiluskipulagi Melgerðisás og Skarðshlíðar. Slík úthlutun heimil samanber ákvæði í grein 2.4 í reglum úthlutun lóða. Varðandi fjölbýlishúsalóð fyrir 40-60 íbúðir þá leggur skipulagsráð til við bæjarráð að lóðin verði boðin út þar sem hæstbjóðandi fái lóðinni úthlutað. Bæjarráð fjallaði málið á fundi sínum 21. febrúar síðastliðinn og vísaði því þar til umræðu og afgreiðslu í bæjarstjórn. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Geir Kristinn Aðalsteinsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta mál aðeins að vefjast fyrir mér vegna þess að mér finnst þetta raun og veru að vera 3 mál í einu og ég sammála hluta þess en ósammála öðru. Ég sammála því að fara þessa útboðsleið varðandi fjölbýlishúsalóðina fyrir þessa 46 til 60 íbúðir og ég get verið sammála því líka að búfesti fái þessa 4 íbúða lóð sem að rætt í undir þessum lið. Hins vegar ég ósammála því að búfesti fái parhúsalóðina sem ræðir. Og ég fylgjandi starfsemi búfesti og vil þeim allt til besta og átta mig á því að þeir vilja væntanlega dreifa sínum eignum bæinn og virði það og skil það mjög vel. Og þess vegna ég sammála því að þeir fái þessa 4 íbúða lóð. Hins vegar finnst með þessi parhúsalóð, það mjög sjaldgæft að svona flotta lóðir séu í boði í Hlíðahverfi. Það langt sem það hefur gerst, frá talin lóðir við Höfðahlíð. Og mér finnst þetta verið of gott tækifæri fyrir bæjarbúa, hvort sem þeir búa í Hlíðahverfi í dag, að vilja flytja þangað. Húsin þar eru mörg orðin ansi gömul, áratuga gömul og ég líti á þetta sem gott tækifæri fyrir íbúa Akureyrar að glóðfesta þarna ansi safaríka lóð. Og þess vegna ég hreinlega ekki sammála því að henni sé úthlutað til búfesti án útboðs og þess vegna mun ég ekki samþykkja þessa tillögu. En hefði kosið að þetta hefði komið í fleiri liðum heldur en einum. Sem ég finnst þetta algjörlega gjörsamlega mjög ólík mál, útboðið á lóðinni fyrir blokkina og svo úthlutað búfesti þessar 2 lóðir án auglýsingar. Takk. Bæjarfulltrúi Geir Kristinn Aðalsteinsson hefur lokið máli sínu og orðið laust. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek undir orð Geir Kristinns með það að þetta eina af þessum lóðum sem að mætti alveg klárlega bara bjóða út eins og fjölbýlishúsalóðin að mínu mati. En það eru þarna var ákveðin samningur að gangi varðandi þetta búfesti dæmi að úthluta þeim lóðum og mér skilst að þeir séu með einhverja ákveðna gerða húsum sem að svona parhús sem að þeir vilja gera einhverja tilraun með og á þeim forsendum var þessi ákvörðun tekin í skipulagsráði. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson hefur lokið máli sínu og orðið laust. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar.
Ég vil nú byrja á því að taka undir með bæjarfulltrúa Geir Kristni að þetta raun og veru 2 mál og ólík mál, þannig að það er svona ábending kannski til skipulagsráðs að aðgreina svona mál hér eftir, en það auðvitað alveg hægt að má segja ræða þetta saman. Mér langar að segja að ég fagna úthlutuninni til búfestis að þegar mér finnst í raun og veru að þessi grunnþörf að þurfa að þakka yfir höfuðið, hún á ekkert endilega vera til gróða fyrir einhvern, og þarna er félag rekið án hagnaðarsjónarmiða sem að ætlar að byggja þarna upp, og það finnst mér alveg gríðarlega jákvætt og mikilvægt. Og sem að tengi síðan kannski umræðinni útboð á lóðum og og einmitt, þú veist, að því að mínum mati þá eins og ég komið aðeins inn á þegar sem við vorum að ræða áðan húsnæðiskostnað almennings, að eftir því sem að húsnæðisverðir hærra því mun meira, eða það hefur farið stígandi þetta hlutfall núna síðustu árum sem að fólk greiðir af ráðstöfunartekjum í húsnæðiskostnað, og mér finnst einhvern veginn bara svo rangt að Akureyrarbær sé að þrýsta verðinu upp. Ég veit alveg það alls konar rök fyrir því að markaðurinn reguleri þetta og fólk borgi nú bara það sem það vill borga en ekki meira í húsnæðiskostnað, og það sé eðlilegt að bærinn nýti það svigrúm sem að getur fjárhagslegt svigrúm sem getur myndast þegar að fólk tilbúið til þess að borga hærra fyrir lóðnar. Og ég bara ætla að halda í fram að það sé, það hluti fólks sem að borgar það sem það vill fyrir húsnæði sitt, en það líka ofsalega stór hluti fólks sem að borgar bara það sem nauðsynlega þarf til þess að fá húsnæði, og það hópurinn sem við þurfum að hafa í huga. Og svona eftir því sem ég velt þessu máli fyrir mér, þá og sem svona ekkert endilega pæling þessar lóðir, heldur bara almennt hvernig við ætlum að standa að úthlutun þessara gæða, þessar sameiginlega gæða sem landrými, að þá get ég alveg hugsað mér að það sé notað útboðsaðferð við til dæmis að úthluta einbýlishúsalóðum, sem má segja mjög léleg nýting á landgæðum. Og ég heldur getum kannski sammælst að það sé enginn sem hefur þá grundvallar þörf í tilvist sinni að búa í einbýlishúsi, en að taka svona lóð og ætla kannski gera einhverja tilraun með útboði, sjá hvernig það kemur út eða hvernig, ég veit ekki alveg, það ekkert hafa nú ekki komið kannski beint útskýringa með þessu, hver svona hugmyndin á bakvið þetta, hvort að Akureyrarbær ætlar bara að fara almennt í það að selja lóðir á eins uppsprengdu verði og mögulegt að þá erum við ekki á góðri vegferð. Og á sama tíma einhvern veginn og umræðan í bæjarstjórn eða hjá bæjarfulltrúum hefur oft verið að svona pirrast, má segja, aðeins yfir nágranna sveitarfélögum að þar sé verið að fella niður lóðagjöld, þar verið að taka út þennan kostnað og meðan við bætum í hann en erum samt einhvern veginn pirruð á því að aðrir sé að minnka. Mér finnst þetta svo órökrétt og ég held að þetta sé svo vanhugsað og ég held bara, og eins og ég segi bara að þessi grunnþörf að þurfa stað til að búa og hann á bara að taka út fyrir, má segja, hinn kapitalíska sviga að mínu mati og á ekki að geta verið höfðað féþúfu, og það ekki þar með sagt að það megi ekki græða á því að byggja eða selja eða starfrækja alls konar húsnæði. Ég að tala íbúðarhúsnæði sem fólk hefur þörf fyrir. Og svo skildi ég ekki alveg og með í ræðu bæjarfulltrúa Geirs Kristins, var þessi lóð of góð fyrir fólki sem ætlar að búa í íbúðum búfestis. Þar eitthvað skrítið hugafar sem ég bara skil ekki. Takk.
Bæjarfulltrúi Sóla Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem nú hérna upp bara fyrsta lagi til þess að fagna því að við séum að sjá uppbyggingu í Hlíðarhverfinu. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við sjáum uppbyggingu þarna. Þarna við að fara á stað með held ég nokkuð metnaðarfulla byggingar. Annars vegar stóra og mikla blokk sem að vonandi færi lífi í hverfið okkar og mun auka og svona kannski þetta má segja þetta sé svona fyrsta skrefi af því sem að við erum að fara að sjá að uppbygging í bænum að færast til norðurs og norður fyrir á og ég hef nú svona stundu gjarna að tala það sem í gríni að ég sé eini bæjarfulltrúinn í þorpinu en í dag fagnaði því mjög að við erum 3 núna sem sitjum í bæjarstjórn sem að búum norðan við á og öll erum við mjög ánægð með það að við sjáum hérna uppbyggingu á þessum stað. Ég held að sé líka mikið fagnaðefni að við séum að fara að sjá eitthvað gerast hjá Búfesti. Við vitum það sem hefur verið í bæjarpólitíkinni að Búfesti er búin að hafa uppi áformi ansi lengi og búin að vera að vinna með okkur. Nú svona hafa mál þróast þannig hjá félaginu að það er betri tíð framöndan hjá þeim og nú þeir fullir orku að fara af stað með uppbyggingu og þessar 2 lóðir sem við erum útlutað þarna eru svona fyrsta skrefið í þeirri uppbyggingu og ég fagna því mjög. Þannig að ég held að þetta sé bara besta mál og fagna þessu sem Akureyringur og ekki síður þorpari. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég fagna náttúrulega þessari breytingu að nú sé verið að fara að bjóða hlutin út og menn borgir raunverulega fyrir það þess að þeir eru tilbúin að borga fyrir. Og í svona málum að þá langar mér sérstaklega að benda á það að gatnagerðargjöld í nýjum hverfum til dæmis hafa ekki staðið undir kostnaði. Bara sem dæmi. Þá þurfum við að hækka gatnagerðargjöldin svolítið mikið. En þarna er ákveðin leið til þess að fá inn kannski meiri pening og eins langar með að benda á það að góðar lóðir, einbýlishúsalóðir og annað sem eru eftirsóttar, að þær hafa gengið kaupum og sölum. Eftir að þeim hefur verið útluta með útdrætti eða öðrum hætti, að þá hafa menn verið að kassa inn á kapitaliskan hátt gróða sjálfir í staðin fyrir að bærinn fái þá strax þessa peninga til sín. Og þetta er bara önnur leið til þess að útluta gæðum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls bæjarfulltrúi Geir Kristinn Aðalsteinsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vildi kannski bara hafa það alveg á hreinu að varðandi Parasol-lóðina að ég er ekki að mæla með því að hún væri endilega boðin út þó ég sé sammála því að bjóða blokkarlóðina út. Heldur vilja hún fari hún bara í hefðbundna úthlutun eins og við höfum stundaði gegnum áratugina. Og svo varðandi samstarf Akureyrarbæjar og Búfesti að þá er þetta viljayfirlýsing. Þetta er ekki samningur og Akureyrarbæjar eins og ég skil máli er ekki skuldbundin til þess að útluta ákveðnu lóðum, heldur er þetta viljayfirlýsing sem að eins og ég sagði þann, ég held að við eigum að vinna henni veg. Og hins vegar hvort að þessi lóð sé of góð fyrir íbúa Búfestis, þetta er náttúrulega varla svaravert, þetta er ég ekki að segja það. Ég er að segja, mér finnst þessi lóð það áhugaverð að hún á að standa öllum til boða. Ekki bara einum aðila án auglýsingar. Það er það sem ég er að segja. Það er ekkert með íbúa í húsinu að gera næsta áratugina. Og ég held að það líki nálega ljóst fyrir. Takk. Bæjarfulltrúi Geir Kristinn Aðalsteinsson hefur lokið máli sínu og til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar svona aðeins að koma á framfæri smá upplýsingum hérna varðandi undirbúningin af þessu máli og ástæðum sem voru hafðar bak við eyra þegar þessi ákvörðun var tekin. En skipulagsráð hefur lengi haft bak við eyra hvort sveitarfélag geti haft hærri tekjur af úthlutun lóða.
og þá var sérstaklega verið að horfa til svæða sem meiri samkeppni eins og samanber miðbæinn eða nágrenni hans. Og skipulagssvið og skipulagsráð hefur fundið fyrir miklum áhuga þessa lóð. Tillaga núna, hún byggir á reglum lóðaveitingar sem voru síðast endurskoðaðar í byrjun árs 2018, þannig að þetta er tiltölulega nýjar reglur. En það hefur verið rætt á skipulagssviði og í ráði að það væri nú tækifæri til þess að útluta þessari lóð með öðrum aðferðum en þessari hefðbundnu aðferð sem við nýtum okkur alltaf. Og það var bæði rætt þá í raun í því samhengi hugmyndasamkeppni og svo hins vegar útboð. En eftir umræður var það niðurstaða skipulagsráðs að fara í útboðsaðferðina þar sem hugmyndasamkeppni þótti erfiðari framkvæmd innan þess tímaramma sem búið var að setja. En það er gerð krafa fjölbreyttar gerðir íbúða þarna og almennt verið gengt inn í 2 til 4 íbúðir á hverri hæð úr lyftu. En það er ekki líklegt að útboð lóðarinnar muni leiða til hærra fasteignaverðs að minnsta kosti að mati sviðsins. Það er að segja að varla sé hægt að bjóða íbúð til sölu og yfirverði þegar framboð samskonar íbúða er annars gott á Akureyri. Hins vegar er talið að útboð muni fæla þá frá sem ekki hafa raunverulegan áhuga á að byggja á sjálfri lóðinni. En arðsemi af byggingu íbúðarhúsnæðis hefur nú verið mikil undanfarin misserin á meðan gatnagerðargjöld hafa ekki dugað að fullu til gatnagerðar. Þó útboð muni líklega ekki skila margföldu verði til bæjarins verður mögulega sanngjarnari skiptingu arðs milli þróunaraðila og bæjarins en annars hefði orðið. Þannig að það lágmarksboð verður miðað við gatnagerðargjald. Útboðsreglur og skipulagsskilmálar þurfa að vera skýrir. En það er alveg ljóst að það verður ekki afsláttur á skilmálum eða heimild á stórfelldum breytingum eftir að lóðinu hefur verið úthlutað. Þannig að það er svolítið mikilvægt að það komi fram. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur beðið orðið. Frú forseti, ég biðst afsökunar á hvað ég var seint til að biðja orðið en ég er svo spennt að biðja eftir vinur mín með Sósíalíska bandalaginu að ræða þetta mál. Ég ætla að gefa því tíma. En ég vildi bara biðja afsökunar bæjarfulltrúi Geir Kristinn að ég hafa misskilið að því mér fannst eins og þú værir að segja að það væri eðlilegt að bjóða þessa lóð út. En ég hef áfram þá skoðun að það sé bara fínt mál að úthluta henni til búfestis en það er síðan kannski önnur umræða. En ég vil bara Mér finnst þetta óþægilegt, þetta með þetta útboð. Nú eru komin fram svona ákveðin rök og greinlegt að einhver rökrað hefur átt sér stað inn í skipulagsráði, en mér finnst samt við erum að setja rosa mikið fordæmi hérna, og mér finnst mikilvægt að heyra frá meirihlutanum hvort að þetta er stefna sem á að taka eða hvers vegna. Eða er þetta undantekninga, því eins og þessi rök sem að bæjarfulltrúi Ingibjörg kom fram með sem að væri einmitt að það sem er ekki búið að leggja þessar álögur á aðrar íbúðir þá séu þær eðlilega á einhverju markaðsverði sem að erfitt er að hækka mikið með einstökum íbúðum en augljóslega ef að við förum í almennt að leggja auknar álögur á svona íbúðir, að þá mun það hækka, þannig að það er gríðarlega mikilvægt að við áttum gráði hvort við erum að gera þetta bara núna, af því einmitt þá muni okkar raunverulega kerfi sem er ekki að bjóða út íbúðir, halda niðri verðinu og gera bænum kleift að innleysa einhvern hagnað sem annars hefði hugsanlega runnið til verktaka. En ef við ætlum að fara að gera þetta að einhverju meiri reglu eða einhverju tíðari viðburði, að þá er það mikilvægt, mjög mikilvægt að við hugsum það til enda, þannig að mér myndi gjarnan vilja heyra afstöðu meirihlutans til þess. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég er ekki dapurt að heyra málflutninga eins og þann sem að bæjarfulltrúi Sóley er með hérna að halda því fram að maður þurfa að vera með sérstaka stimpla til þess að geta látið sér hagsmuni allra íbúa vera ofarlega í huga. Það er afar dapurt.
Hérna varðandi það sem að verið að ræða hérna og þessa útboðsleið, þá veit ég ekki betur en að bæjarfulltrúi Sóley hafi samþykkt þær reglu sem við erum að fara eftir hér og nú. Þar á meðal það að í ákveðnum tilvikum sé heimilt að bjóða út lóðir. Ef ég man þetta rétt, þá tókum við alltaf umræðu þetta í bæjarstjórn á sínu tíma þegar þessar reglur voru samþykktar og það í raun mjög eðlilegt að bjóða út lóðir sem á þannig stað í bænum að það eru margir sem vilja koma stað. Spurningin þá, betra að vera með happdrætti þannig að það er bara einhver sem fær þetta. Hann fær lóðina og hann getur verðlagt íbúðirnar hærra vegna þess að hann með ákveðna staðsetningu og þar með leysir hann til sín ákveðin hagnað sjálfur, eða eðlilegt að bærinn bjóði þetta út, fáið þar af leiðandi eitthvað hærra verð fyrir lóðina heldur en gatnagerðargjöldin sjálf segjum sem standa nú ekki einu sinni undir kostnaði og íbúðirnar verða á hærra verði vegna þess að þær eru á ákveðnu staði í bænum. Og þetta bara nákvæmlega það sama, eiginlega miklu vægari aðgerð heldur en meiri hlutin í Reykjavík hefur staðið í undanfarin ár þar sem verið að selja lóðir í miðbænum á uppsprengdu verði, sprengja upp verð og þar bara allt í kless og íbúðamarkaði vegna þess að stór hluti borgarbúa hefur ekki efni á að búa í þessum íbúðum. Bara algjört bull. Það engin að tala það hér, bara engin. Við erum að tala sérstaka lóðir, einstök tilvik sem við tökum fyrir á hverjum tíma og ákveðum hvort við ætlum í útboðið ei. Mér finnst bara sjálfsagt þegar við erum með svona lóðir að fara þessa leið. Bara sjálfsagt fyrir hönd bæjarins, fyrir hönd allra bæjarbúa en ekki bara sumra. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu og til máls tekur bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég alveg hjartalega sammála bæjarfulltrúa Geir Kristni að þetta hefði mátt verið í sikkoru liðinu. Að vísu ég sammála báðum þessum liðum. Annars þá með að allir að geta komið að þessum lóðum sem verið að láta búfesta fá þarna, þá erum við svolítið að segja það að þær séu það góðar að búfesti ekki að fá þar og eiga þá bara að fá lóðir sem að við telum ekki nógu góðar. Þannig að mér finnst bara allt í lagi að fáið þessar lóðir. Með svona uppboð tel ég að sé bara mjög gott fyrir bæjarfélagið að fara í þetta því að ég held að bænum veit ekkert af þessum peningum sem að gætu skapast af þess svona uppboði og miklu nærri liggi hjá okkur heldur en hjá einhverjum einstaklingum út í bæ. Takk. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson hefur lokið máli sínu og ég ætla að færa varaforseta stjórn fundarins og biðja orðið. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir þessa umræðu. Ég vildi koma einna upp vegna þess að þetta mál hefur verið alveg snúið í mínum huga og við höfum velt þessu við ansi oft og mikið og rökrætt hægri vinstri kannski og það endurspeglast í rauninni í umræðunum hér. Niðurstaða mín eftir þær umræður að ég ánægð með þessa tillögu og báðar tillögur en þó geti verið sammála að þetta hefði verið eðlilegra að þetta væri í 2 eða jafnvel 3 liðum en það vísum því bara þeim tilmælum til skipulagsráðs. Hins vegar þá vil ég bara nefna að ég rosalega ánægð að við tökum þessa vilja yfirlýsingu okkur með búfesti og látum slag standa og förum í þessi verkefni og bíðum ekki eftir neinu en ekki eftir neinu að bíða í mínum huga. Þannig verið að prófa 2 útgáfur af húsnæði sem að fer þá til húsnæðisfélag sem að ekki rekin með hagsmunasjónarmið að leiðarljósi. Hvað varðar útboðsleiðina, ég var í ofboðslega miklum vafa og það í sjálfu sér að vissuleyti ennþá. Það margt sem að svona tekst á í manni þar að því að ég myndi vilja bara kjósa með þeirri niðurstöðu að bærinn fengi sanngjarnt verð fyrir lóðina og íbúar gætu keypt hús á viðráðanlegu verði. Hvaða leið nákvæmlega síðan best í því og sanngjarnust þar að segja á
tekjuskiptingu verktaka og bæjarfélagsins þegar kemur að gæði lóða þetta svolítið erfitt að sjá. Þannig ég vildi allavega segja fyrir mitt leyti, þá mun ég samþykkja þetta í dag og fagna þessu í rauninni bara gríðarlega þessum tillögum. Á sama tíma vil ég nefna að ég lít á þetta verkefni sem tilraunaverkefni og við þurfum að meta einhvers konar árangur af því og með þá voni brjósti að Akureyrarbær sem eigandi lóðarinnar fá að hluta það inn til sveitafélagsins en það sé ekki sjálfgefið að það fari endilega aðeins til verktaka. Við erum jú að greiða með lóðum í flestöllum tilfellum. Þegar að gæðin eru með þessum hætti þá ekki líklegt að húsnæðið verði endilega ódýrara fyrir þá sem síðan kaupa. Af því ef ég væri að byggja, ég myndi alltaf örugglega að selja bara á eins háu verði og ég get fengið og þá þetta bara spurning hversu mikið ég greiði fyrir gæðin. En hins vegar veit ég það auðvitað ekki. Þannig að þarna kannski mikilvægt og auðvitað væri maður til í að sjá kannski tilraunaverkefni í einhverju öðru heldur en blokk og ég hef oft rætt líka þá hlið. En ég samt sannfærðar að þetta sé þess virði að taka þetta skref. Og það sem kannski skipti mig mestu máli í þessu samhengi var að á sama tíma eru lausar lóðir fyrir fjölbýlishús í bænum í samkeppni við þessar lóðir. Þannig að ef einhverjum dettur í hug að sprengja upp húsnæðisverði þá samkeppnin á öðrum stað í bænum, þannig að þetta ekki takmarka framboð fjölbýlishúsa í bænum sem mér finnst hljóta skipta máli þegar kemur að framboð og eftirspurn og þar af leiðandi verði. Ég líka spennt fyrir að við höldum áfram að vinna með búfestu. Við búum í bæjarfélagi þar sem að hlutfall af þeim sem að búa í leiguhúsnæði gríðarlega hátt og við verðum að hugsa hagsmuni þeirra líka. Og stundum þarf líka kannski bara að prófa eitthvað, sjá aðeins hvað setur. Og ef að Akureyrarbær fær hlut fyrir lóðina og íbúðin verður samt á ásættanlegu verði og samkeppnishæfu verði sem það hlýtur að þurfa að vera, að þá þetta bara dálítið góð niðurstaða. Ég vona auðvitað að það verði lendingin og mun því greiða atkvæði með þessu en að því að það var bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir var að spyrja hvort að þetta væri stefnumótandi fyrir úthlutun allra lóða eða allra eftirsóttra lóða, þá sé ég að minnsta kosti fyrir mitt leyti að þarna séum við afmörkuðu tilraunaverkefni og ég myndi vilja fá niðurstöðu á árangurinn og hvernig verð á íbúðarhúsnæði þróast. En auðvitað þetta vissulega á eftirsóttum stað þannig að það verður kannski ekki alveg kannski erfitt að meta það, þannig að ennþá eftir að sjá hvernig ég óska eftir því að það sé metið. En allavega þetta mín niðurstaða þessu sinni en ég búin að fara í margar 180 gráðu beygjur í því en endaði hér akkurat á þessum tímapunkti. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir hefur lokið máli sínu og fær í henni aftur stjórn fundarins. Já, orðið laust. Bæjarfulltrúi Geir Kristinn Aðalsteinsson hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mér langar bara að ítreka það sem ég sagði inn í byrjun. Ég fylgjandi því að búfesti fái hina lóðina, það lóð sem að hendi vel og einstaklingar ekki að fara að sækja þannig lóðir en ég held að einstaklingar myndu ásælast parasólóðir. Og til að bregðast rétt við orðum bæjarfulltrúa Hlyns, þar sem hann spyr hvort að búfesti eigi þá bara að fá annars flokks lóðir, þá spyr ég, eiga þá svona aðilar að fá allar bestu lóðirnar? Ég spyr bara móti og bæjarbúar að fá rest. Ég snýði sér bara við. Þetta snýst ekkert það. Þetta bara hverfi sem mjög sjaldgæft að lóðir séu lausar í og þess vegna finnst mér almenningur eiga kost á að fá þessar einbýlishúsalóðir eða parasólóðir. Það nóg að lóðum annars staðar í bænum og ég ekki í vafa að við munum uppfylla þessa viljayfirlýsingu þó að taki nokkur ár. Takk. Bæjarfulltrúi Geir Kristinn Aðalsteinsson hefur lokið máli sínu og orðið laust. Þar sem ekki hafa fleiri hvatt til hljóðs þá ber ég upp þessa tillögu og þeir sem geta samþykkt hana vinsamlegast gefi merki. Og það eru 9, þeir sem eru á móti, 2 sitja hjá.